Guðmundur Ingi Kristinsson heiti ég og ég fyrir Flokk fólksins og í fyrsta sæti í Suðvesturkjördæmi eða Kraganum. Ætlar þinn flokkur að vinna því að gera heilbrigðisþjónustu á Íslandi gjaldfrjálsa á næsta kjörtímabili? Já, engin spurning. Hvenær ætlið að gera það á kjörtímabilinu? Við ætlum að gera það strax. Að hvaða leyti yrði sálfræði og tannlæknaþjónusta þar inni? Öllu leyti. Þegar þú segir strax, ertu þá að meina innan við árs? Já. Hún Hanna ber út blöð, launin fyrir útburðin um 25.000 krónur á mánuði vegna svonefndra krónu móti krónuskerðingar sem hann kallar sérstök framfærsluuppbót, ber hún 2.000 krónur úr bítum. Finnst þið það í lagi? Nei, það er ekki í lagi og það á að hætta allum skerðingum og fólk á bara að borga skatta og fá að vinna. Ætlið þið þá að afnema krónu móti krónuskerðingu næsta kjörtímabili? Engin spurning, það er bara mannréttindabrot að hafa ná. Hvenær á næsta kjörtímabili það gert? Það er bara strax, það er bara á að gera það strax, en þetta á ekki rétt á sér. Jón er á 30-aldri, hann kemst ekki fram úr rúmunu án aðstóðar, hann er fastur upp í rúmi allar helgar vegna þess að hann fær ekki aðstóð. Finnst þið það í lagi? Nei, alls ekki. Jón vill fá NPA, notendastýrða persónulega aðstöð, svo hann geti farið fram úr á hverjum degi og tekið þátt í samfélaginu. Ætlar þitt framboð að tryggja honum þáttöku í samfélaginu á næsta kjörtímabili með því að lögfesta NPA? Já, alveg sjálfsagt mannréttindi. En hvenær á kjörtímabilinu ætlaði að gera það? Bara eins fljótt og þetta helst strax. Meirihluti bygginga á Íslandi er óaðgengilegur hreyfihömluðu fólki enda er ekkert eftirlit með því að aðgengi sé í lagi. Þess vegna getur Jói ekki fylgt dóttur sinni á handboltaæfingu. Finnst þið það í lagi? Nei, langt er það. Við höfum talað við slökkviliðið höfuðborgarsvæðisins og þetta er verkefni sem það getur tekið að sér og sinnt samhliða eldvarnareftirliti. Myndi þinn flokkur vilja lögfesta slíkt eftirlit? Já, það er engin spurning. Hvenær á kjörtímabilinu ætlið að gera það? Það er bara eins fljótt og hætti, bara helst strax. Þetta er bara sjálfsagt mannréttindi. Anna stundar háskólanám en fær ekki túlkaþjónustu til að geta tekið þátt í hópavinnu. Hún getur því ekki uppfyllt námskröfur í skólanum. Finnst þið þetta í lagi? Nei, það er brot á hennar réttindum. Ætlar þitt framboð að tryggja fötluðu fólki aðgengi að öllu námi á næsta kjörtímabili? Engin spurning. Hvenær á kjörtímabilinu ætlið að gera það? Strax, eins og ég segi, eins fljótt og hætti þetta á að vera í lagi. Munum við sjá þá einhverja breytingar þá vera á fyrsta árunni? Já, ef við höfum náð völdum og komumst eitthvað til þess að gera það og hvort sem það verði ekki, þá munum við koma skýrt fram að þetta er bara á að vera í lagi. Takk Guðmundur Ingi.